Já, ég heiti Þóra Guðmundsdóttir. Ég hefði nú viljað spyrja Björn Bjarnason. Hann sagði í tilefni af eggjakastinu sem hann fékk á bílinn sinn daginn að hann teldi þessar aðferðir ekki vænlega til árangurs. Nú fólk búið að skrifa í blöð, það fer á fundi og meira segja svona værukær miðaldra kona eins og ég farin að mæta á fund á mánudagskvöldi og þá mikið sagt og fólk blokkar sér til óbóta. Og ég bara spyr, hvað þarf til þess að þið skiljið þetta ákall frá fólkinu að við viljum ykkur burt? Takk fyrir þetta kærlega. Þóra spurði, hvað þarf til að þið skiljið að við viljum ykkur burt? Ég skil alveg eftir að hafa heyrt í Þóru að hún vill mig og fleiri hér burt og ég skil það líka hjá ýmsum sem að sitja hér í salnum að þeir vilja okkur burt. En ég ekki vissum að þeir sem eru hér í salnum geti endilega að tala fyrir þjóðina. Þeir séu endilega þess umkomnir að tala fyrir þjóðina. Þú hluti af þjóðinni, já. Sestu, já. Til Ingibjargar hérna, að því hún sagði það að við værum ekki talsmenn þjóðarinnar. Ætli við séum ekki svona 1500 manns hérna. Þið eru bara 63. Já. Takk. Og valdið okkar hérna núna, athugið það. Ég var líka spurð að því hvort að hópurinn hér væri ekki talsmaður þjóðarinnar. Við sem erum hér inni, hvert og eitt, við getum talað fyrir okkur sjálf. Ekkert okkar hér inni, ekki ég, ekki hver og eitt hér inni getur talað í umboði þjóðarinnar, við getum bara talað fyrir okkur sjálf. Ingibjörg, þú sagðir að þjóðin væri eitt en þessi fundur er inni annað, það væri kannski ekki endurspegluð þjóðarinnar sem eru hérna inni? Já, það sem ég bara að leggja áherslu á að hver og eitt sem hér mætir, hann talar fyrir sig. Það engin einstaklingur hér, ekkert frekar en ég, sem hef umboð til þess að tala fyrir hönd þjóðarinnar allrar. En saman, þegar fólk komið saman, þá væntanlega kemur aukinn þungi í mér sjónarmið. En við verðum að gæta þess að taka okkur ekki það umboð að við getum talað hvert og eitt fyrir hönd þjóðarinnar allrar. En einu sinni var hérna blað sem kallaði sig Þjóðviljan, en talaði nú sjaldnast í nafni raunverulegu þjóðarinnar.